Í þessari mynd ætlum við að opna aftur skyggnusýningu sem við erum búin að vinna smávegis í. Við ætlum að setja inn 2 myndir og síðan ætlum við að setja skrautlegan bakgrunn á skyggnurnar. Hérna erum við búin að opna LibreOffice Impress og viljum sækja aftur skyggnusýningu sem að við erum búin að gera, búin að vista. Það er hægt að gera á nokkra vegu. Það er til dæmis hægt að fara hérna í þennan hnapp og finna viðkomandi skyggnusýningu í möpputrénu. Það er hægt að fara í skrá og opna og þá á sama hátt finna sýninguna, en það er líka hægt að fara í skrá og nýleg skjöl, og þá er líklegt, ef að maður hefur ekki verið að gera neitt rosalega mikið í millitíðinni, að skjalið sé einhvers staðar í þessum lista. Og hérna er það efst fuglar.odp. Ég smelli á það og þá opnast skjalið okkar aftur. Nú ætlum við að gera þetta aldrei sniðugt, af því að hérna eru upplýsingar álftina. Þá væri sniðugt að hafa mynd af álft hérna við hliðina á. Og það er hægt að gera þetta á 2 vegu. Það er að segja, við getum farið hérna í þessa stiku hér og smelt á mynd úr skrá, eða farið í setja inn, velja mynd og velja þar mynd úr skrá. Og ég er búin að finna hansi skemmtilega mynd af áld og ætla að fara hérna í skjöl, og hérna er þessi mynd og ég opna hana og þá kemur hún hérna og hún er eins og þið sjáðu allt of stór. Nú þyrfti ég að vera með vesen til þess að setja hana í rétta stærð, þannig að ég ætla að bara afturkalla þetta, að setja inn myndina og breyta þessari glæru hérna þannig að hún taki 2 atriði. Hérna sjáum við að glæran er þessi hérna gerð, en ég vil hafa hana svona, og bara með því að smella hérna á þetta þá breyti ég glærunni, og hérna kemur þá inn rammi sem að þar sem ég get sett inn texta með því að smella þennan texta hér, eða ef ég nota þennan skrýtna hnapp hérna í miðjunni get ég sett inn töflu, línurit, kvikmynd eða mynd, og akkurat það sem að ég ætla að gera. Svo ég smelli hérna og þá vill hún endilega fá að vita hvar þessi myndi er, og ég sýni það bara eins og áður, og hún er hér. Og nú minnkar forritið myndina þannig hún passi inn í þennan ramma. Þar með er búið að forma hana algjörlega fyrir mig og ég þarf ekki að gera neitt meira. Hins vegar er eitt sem ég langar til þess að gera, og það er að ég smelli hérna á myndina til að velja hana. Mér langar til þess að setja strik utanum hana til þess að afmarka hana, og það get ég gert hér á þessari stiku sem hérna er, og hérna er lítið tákn sem lítur út eins og pennaoddur, og þegar ég fer yfir það þá stendur þarna lína. Svo ég smelli á það og þá kemur hérna valmynd fyrir línur. Stíllinn er ekkert, þannig að það er engin lína. Ég þarf að velja áframhaldið. Þetta er ekki mjög heppileg þýðing á orðinu continuous á ensku, það er að segja óslitin lína, og ég vel hana og fæ þarna áframhaldið. Eins get ég valið lit, og ég ætla að velja aðeins ljósari lit, þannig að línurit 6, og ég ætla að hafa hana
1 mm eða 0,1 cm á breidd. Ef ég núna íti á í lagi, að þá þetta strik komið utan myndina hér. Nú langar mig til að gera nákvæmlega þetta sama fyrir glæruna haförninn, að ég opna hana, ég breyti útlitinu, smelli hérna á takkan fyrir setja inn mynd og ég þarf að finna myndina af haförninum. Hann hérna undir skjöl og hérna þarna gerist eitthvað skrítið, ég tvísmelti á og þá kom aftur inn myndina af svaninum, svo ég bara geri afturkalla þetta og prófa aftur. Skjáborð, Impress, skjöl. Smella einu sinni hérna og velja síðan opna og þá kemur þessi fíni fíni haförn með fisk í klónum. Aftur ætla ég að setja nákvæmlega sama strikið eins og á hinni myndinni, þannig að ég fer hérna í lína, ég vel áframhaldið, óslitna línu, og það var línurít 6 sem myndin var af og ég ætla að hafa hana millimetr á breidd, svona. Nú annað sem er daldið sniðugt, það að myndirnar að vísu alveg ferkantaðar en og eiga að vera nokkurn veginn jafnstórar, en þar sem þær fitta inn í þennan ramma sem kom, að þá eru þær alveg nákvæmlega jafnstórar á blaðinu og á nákvæmlega sama stað, sem er mjög sniðugt þegar maður ætlar að sýna. Nú getum við farið að skoða hvernig þessi kynning lítur út. Til þess að skoða kynningu svona, eru aðalega 2 aðferðir. Önnur er hérna lítill takki sem heitir Start from first slide, eða við getum ítt á F5 og ég ætla að gera það núna. Þá fyllir forritið út í skjáin með fyrstu glærunni og nú get ég ítt á Enter eða bil til þess að sjá næstu, og hún hoppar hérna inn eins og ekkert sé og síðan þá þriðju, og mjög áberandi að myndirnar eru nákvæmlega sama stað. Ef ég hoppa hratt á milli þá sér maður að myndirnar eru ansi skemmtilega báðar á nákvæmlega sama staðnum. Þetta gerir glærusýninguna eða skeggnusýninguna en þá skemmtilegri. Ef ég núna íti aftur á page down, enter eða bil, þá verður skjárin svartur og nú smelli ég einu sinni og þá fer ég inn í forritið á ný. Nú erum við komið með eitthvað sem við viljum að fari ekki burtu aftur, þannig að við getum farið í skrá og vista. Við getum gert Ctrl+S eða smellt á þetta litla tákn hérna og vistað glærusýninguna. Nú erum við alveg öruggir það að hún fer ekki neitt. Þessi glærusýning er ekkert sérstaklega skemmtileg svona tóm, svona hvít. Þannig að við ætlum að setja bakgrunn á þetta, það sem heitir í forritinu yfirsíður. Og hérna er listi yfir nokkrar sem við getum notað. Svo sem við ætlum að nota núna er þessi hérna sem kallast skærblátt. Það eina sem ég þarf að gera er smetla einu sinni á hana og þá kemur hún yfir allar glærurnar. Það er að segja, hún fer á allar glærurnar, breytir einhverjum textum, til dæmis hérna þessi titlar, þeir breytast. Við sjáum til dæmis hérna að orðið allt er núna komið hérna vinstra megin en áður var það í miðju, og eins með orðið haförn, það er komið hérna vinstra megin en var áður fyrir miðju. Þetta er líklega eins einfalt eins og hægt er að hafa það, en
þessi bakgrunnir geta verið gríðarlega flóknir, ofsalega flottir, en í mörgum tilfellum er einfalt betra. Skulum sjá hvernig þetta lítur út ef við fáum fullan skjá á þessu. Hérna er fyrsta, hérna er næsta glæra og hérna er svo þriðja. Og nú er ekki úr vegi að vista þetta. Næst ætlum við að skoða hvernig við getum látið forritið skipta glærur og texta á skemmtilegan hátt.